Svona þessi leikir í Þýskalandi, þetta síðasti undirbúningurinn svona áður en að kemur að bara hreinlega EM, þetta svona frekar stutt og 5 mánuði síðan þeir komu saman. Þannig að þetta svona, það þarf að vinna hratt og vel. Það bara ekki spurning og það þú veist, smá skrítið að það sé bara 1 gluggi fyrir áramót en við breytum því ekki, þannig að og þú veist, þessi maígluggi líka oft sérstakur, það langt líða á tímabilið, menn orðið þreyttir og laskaðir og þú veist, það meira svona að fá það afstæðið og komast vel frá því heldur en eitthvað annað. Núna kannski erum við ekki bara klárlega undirbúa liði fyrir stórmót og þetta svona fyrsti fasin í því bara sem snýr að EM og þannig að það margt svona sem fer hausinn á manni en líka mikilvægt svona að reyna aðeins að svona skera þetta niður og ekki gera of margar hluti í einu en það alveg fullt sem við þurfum að gera og þú veist, sem við þurfum að sjá og leyfa mönnum svona, þú veist, Haukur þarf að vera á miðjunni og ég vil sjá það og Elvar Örn fer sáralítið í sókn í Magdeburg, þannig að hans hlutverk að báða möndu vallarins hjá mér, þannig að við þurfum að láta hann spila sókn og Þorsteinn Leó, ég vil bara sjá hann á þessu sviði, þú veist, og hann á fínu stað í fínu liði en það vita það allir að, þú veist, stærsta sviði í þessu Þýskaland, Champions League eða stórmót og hann á kannski ennþá eftir að stimpla sig inn hvað það varðar og ég væri mikið til í að sjá góða frammistöðu þar og sjá ef við getum nýtt okkur það sem hann hefur. Það stutt í, þú velur í hóp og stutt í EM en samt sem að getur að vera langt í að það var ýmislegt eftir að gerast, eins og stað ekki standa ágætis ástand á þessum mannskap sem að þú ert að velja. Já, og í rauninni það bara Janus sem meiddur og ég eiginlega bara guðslegandi feginn hvernig fór í honum því að þegar ég sá það þá ég nokkuð vissum að Janus væri farinn en hann og fróðari menn en ég þessi mál segja bara hann verið klár en það rétt hjá þetta fljótt að breytast og þannig að það og ekki vanta leikina hjá þeim flestum svona til þess að slasa sig og þannig að við svona bara tökum þessu með jafnægi geði og fylgjumst með þeim og vonum bara að þeir slasast ekki og veist þannig en minnum við þessi fyrra þegar ég man ekki hvað það í byrjun desember þegar Ómar Ingi bara borin út af og öll plön svona fara aðeins á hvolf en við erum það bara klárir í það bara fylgir. Eru margir sem banka á dyrnar? Já, það alveg töluvert og fullt af nöfnum svona sem kom upp kannski sem þessi átöðandi maður en á saman tíma kannski var ekkit einhver einn umfram annan sem okkur fannst öskra á það að fá þetta tækifæri og en þess vegna líka velja bara 17 og ég held ég alveg opnu og fullli og allir þessi strákar eftir að spila leiki og sumir fleiri en 2 og sumir fleiri en 3 þannig að það getur vel verið, ég taki líka bara stöðun á mönnum og sjá svona hvort að menn séu laskaðir og hvort við þurfum líka eitthvað aðeins að passa upp á mínútur og annað slíkt, það getur vel verið að sú stað að koma upp og þess vegna vildi ég bara svona aðeins sjá hvað nákvæmlega ég þarf á að halda varðandi það.